Þessu taka, veit ekki, 7, 8 held ég, 8. Við erum velkomin. Þegar þessi þáttur kemur út á Facebook, þá er 50-dagur. Þannig að gleðilegan 50-dag ef þau eru að horfa á hann á 50. Annars bara gleðilegan hvaða dag sem er. Ég hef verið að gera svolítið svona do it yourself og hef svona agiterað svolítið fyrir því að þið ættu að reyna að búa til hlutina bara frá grunni því að þá vitum við hvað er í matnum. Þannig að í dag þá ætla ég að halda áfram að agitera fyrir því að við höfum að reyna að gera þetta sjálf eins mikið og hægt er. Því ég ætla að gera jelly beans. Hérna erum við keypt jelly beans einungis til þess að smakka svona tekstúrinn og hvernig þetta er og svona. Og til þess þetta er eina byssan sem ég á og til þess að búa til mold, skapalón, ekki alveg rétt orðið en þið skiljið hvað ég meina. Hvað þurfum við í það? Það er bara maísina, þetta er bara útdýrari útgáfan, svona mót og við byrjum á því að þetta er svona tekstúr sem ég þoli ekki. Sko, í rauninni, af hverju er ég að búa til jelly beans? Það er bara út af því ég er forvitin. Og hvort að ég geti gert það. Þetta er svona challenge. Það er búin til hérna. Og ekki of nálægt. Það má eiginlega ekki gera of nálægt. Þetta er ég að gera í fyrsta skiptið. Svo ef þið tímið ekki að nota jelly beansið, þá getið þið bara búið til svona eitthvað slags jelly bean leir. Eitt fyrir mig. Svo er bara að ýta þessu hérna ofan í. Nú er ég til að vera robot, bara geta farið bara beinustilega upp og niður. Svona ef ekki setja bara gott í billi. Ég ætla ekki að vera með eitthvað svona essence eða neitt svoleiðis. Ég ætla að reyna að búa þetta til sjálfur. Henni er ég bara með vatn. Og út í það ætla ég að setja allt þetta timjan. Svo ætla ég að setja allt þetta dragon líka. Svo ætla ég að setja svona sali. Sem er sage, sem er hrikalega góð lykt af þessu. Svo ætla ég að setja sykurinn bara út í núna hérna. Jelly bean er náttúrulega bara sykur sko, þannig að þetta er engin hollustuþáttur en fáum allan að vita hvað er í þessu. Náum suðunum bara upp. Sko bara svo vitið þá hef ég ekki hugmynd hvað ég er að gera. Svo það sem ég ætla að gera er að bara sjóða þetta niður. Þannig að ég næ að mynda minn eigin essence. Vonandi. Ég setti smá meira í pottinn svona meðan hann var að malla. En nú ætla ég að taka það af. Svona þetta verður komin ágætis essence hérna núna. Hvernig ætla þetta smakist? Nokkuð sterkt og gott. Þetta er ágæti.
sjá. Þetta er 85 grömm af vatni. Ég ætla að kalla þetta vatnið mitt. Þetta er 88 grömm. Það hlýtur að vera eitthvað, hlýtur að vera í lagi að vera með svona smá auka margin. Ég ætla að setja meiri sykur í þetta líka. 11/4 cups sugar. 11/4, er þetta ekki 1 og 1/4? Þá ger ég svona 250 grömm eða eitthvað, því ég kom með hellinga sykur hérna í. 7 grömm af gelatíni. Það er rosa gott að setja gelatíni í vatn fyrst, kalt vatn bara, og einu í einu. Ég er pínu hræddur við þetta. Ég hef aldrei gert svona áður og er ekki frægur fyrir að vera mikið svona, mér finnst skemmtilegast að elda eða svona saltan mat. Mér finnst þetta að vinna með sykri, þú veist, eins og baka kökur í ömurljur í því. Það kreistum hérna vatnið úr gelatininu, skellum gelatininu hérna í, setjum smá hita á, ekki of mikinn, það er að passa sig, það má ekki fara yfir 110 gráður. Svo segir internetið að því að ef við gerum það, þá er ég eiginlega bara að byrja að búa til brjóstsykur. Ætli ég sé að klúra þessu núna. Þetta hlýtur að bráðna. Svo þegar þetta nær 110 gráðum sem þetta er alveg að detta í, þá þarf ég að setja í kalt vatn, 110 gráður. Tökum þetta hérna af. Þá er ég búið með þetta í bili. Þá lítur þetta einhvern veginn svona út. Þetta verður eitthvað annað en jelly beans. Þetta. Og inn þurfum við jelly bean formið. Herðu, svona lítur þetta út núna. Þetta er fallegt. Ég get ekki snert þetta. Síðan ef þið ætla að fara bara út í jelly bean framleiðslu, getið nýtt hérna þetta aftur bara. Þannig er ég komið með nokkra, hvernig ætla þetta smakkið. Þetta var engin. Djúvill finnst mér vont að snerta þetta. Herðu, tek þennan bara svona í sundur. Ok. Bragðið er svaka gott, en tekstúrin er ekki alveg orðinn réttur. Svona auka til þess að þetta ná, kannski, þetta er bara ekki alveg tilbúið, sko. Við sjáum til. Þannig að ég ætla að, hvað ætla ég að gera núna? Já, það sem ég ætla að gera núna er að búa til svona coating á gurinn. Ég kom með þetta. Ég ætla að sjóða þetta niður bara í ekki neitt, að fer í þetta fyrst og svo út í sykur og svo aftur í þetta og svo aftur út í sykur og eitthvað svona og þá reynum við að búa til þetta mjúka coating hérna utan á. Ég veist að við munum ná hérna shinyinu, en við getum reynt. Nú er þetta orðið svona sírupkennt. Tökum þetta í burtu. Hér er ég með svona, þetta er hérna þessi sykur. Veit ekki hvað hann heitir. En þetta er sykur hérna. Þessa hérna skelli ég hérna ofan í. Og þetta er í rauninni bara bragð. Tek ég þetta upp úr. Hendi hérna ofan í. Bragð og sykur. Það er það sem þetta er. Hrærum aðeins upp í þessu. Almennilega. Þessu stundu þegar ég er í einhverjum svona tilraunastarfsemi þá bara hef ég ekki hugmynd hvað ég er að gera. Svo hendur við bara aftur hérna ofan í. Þegar við viljum fá meira bragð. Svo bara aftur hérna ofan í. Sko, ég held að þessi þáttur sé að verða subbulegri heldur en þátturinn sem ég gerði í Þórsmörk. Við erum að ná kóti sko allan hringinn. Nú er þetta bara orðin einhver leðja. Nú bara ætla ég hvort ég hefi eyðilagt þetta. Hvernig ætla þetta smakkið svona? Eins og ég held, eins og sykur. Keep them separated. Sko, ég ætlaði að fara eftir uppskrift núna.
En það sem hefur kennt mér eiginlega mest við eldun það að ég ömurlegur að fara eftir uppskrift. Alveg ömurlegur. Herðu, látum þetta rigna yfir og síðan ætti þetta bara að harðna. Nú komið að nýju tæki. Það Jelly Bauna rúllari 3000 og þetta patent pending af Soth til þess að fá litina og svona litin, það engin litur í þessu. Ég held að vera ekki vottur af Jelly Baunum í þessu sko. En síðan á þetta bara svona að rúlla eitthvað í alveg heillanga tíma svona í einhverja hringi. Það límt held ég. Nóg. Já, hörðu, þetta ekkert að virka hjá mér. Hvernig á ekki að gera jelly beans, en kannski hvernig á að gera jelly rocks eða eitthvað, kannski er ég komið með eitthvað nýtt. Það þykir hrikalega gaman að gera svona tilraunir þó þær gangi nú ekki upp alltaf. Ég mæli bara með að þið séu eitthvað að borða jelly beans. Ég held að það sé bara það besta sko. Mest subbulegi þáttur sem ég hef gert. Maður lærir allan eitthvað á þessu. Ég held ég hef ekki lært neitt af þessu núna. En takk fyrir að horfa og sjáumst í næstu viku. Ciao.